Verið hjartanlega velkomin, öll sömul. Ég heiti Benedikta og ég er ein af skæruliðunum á Seyðisfirði sem finnst svo mikilvægt að nærsamfélagið fái rödd í svona stórri ákvörðun eins og það að setja 24 sjókvíar inn í þröngan fjörð sem við byggjum lífsviðurværi okkar á. Aðdragandinn var að málið auðvitað það verið sendar inn einhverjar skýrslur til bæjarstjórnar. Við höfum alltaf þá trú að skipulagsvaldið væri samt hjá höfninni og ytri mörk hafnarinnar væru hjá kaupstaðnum. Þannig að þetta kom vissulega sem svolítið högg að nærsamfélagið hefði bara ekkert að segja það þegar þetta taka þess ákvörðun. Þyrfti ekki að spyrja íbúa, þyrfti ekki að spyrja nokkurn einasta hagsmunaaðila, kóng né prest og hafði í raun ekki haft neitt formlegt samráð eða haft áhuga á því að halda fund með bæjarstjórn málið, ekkert slíkt í aðdraganda. Þannig að við finnum strax á stað, söfnum undirskriftum og finnum strax að samfélagið bara á móti þessu. Við eftir bæjarstjórnarfundi, að sveitarstjórnarfundi Múlaþings, þá var svona í að hvort það væri búið að sannreyna listan og ég ákvað bara að drífa þá í því, veit að hvað við varum með í höndunum og það komið á hreint. Þetta voru 295 íbúar af 545 sem eru 55% íbúa Seyðisfjarðar sem kæra sig ekki laxeldi í opnum sjókvíum af mörgum ástæðum. Og fólk með kannski misjafnar áherslur í því af hverju þeir vilja ekki fá það. Eitt sameinar allt og það að hafa ekkert vald. Þannig að við ætlum bara, það svona minn punktur hér. Við stofnum félagi af því að sveitarfélagið gerði ekki mjög sterka athugasemd gagnvart þessu skipulagsvaldi sem var farið frá bænum og krafðist þess ekki í athugasemdum við fjármálaskiptum fiskeldis Austfjarða að það sótt. Þannig að við sáum ekkert annað í stöðunni en að ráða til lögfræðing og stofna félag til þess að reyna að fá aftur þetta vald. Eða alltaf að reyna að sporna við. Nú komin heimasíða í loftið. Hún hér með tilgangi félagsins. Það vá-félag.is. Inn á þessari heimasíðu eru allar athugasemdir sem okkar lögfræðingur gerði með okkur og þetta hefur allt sent inn sem athugasemdir við frumvarpsskýrslu fiskeldis Austfjarða. Einn af tilganginum okkar að fræða og upplýsa og þess vegna hér í dag. Við viljum hafa málefnalega umræðu málaflokkinn og það sem að gerast. Okkur finnst þetta svolítið eins og við séum að berjast við bara eitthvað frá fornöld. Sjókvíaeldi ekki framtíð. Ég held að það viti það bara flestir. Það verið að færa eldi á land, þar sem það umhverfisvænt og sjálfbært og þetta svona eins og að, hvernig lýstur því Jón í gær, eins og að byggja kótakverksmiðju á Seyðisfirði. Þetta ekki framtíð. Seyðisfjörður dásamlegt samfélag og ég veit við erum alltaf að segja það og þetta finnst við vera æðileg krútt og skemmtileg og við erum með sushi og dutturutru. Málið það, við erum með frábært samfélag sem að ungt fólk elskar að koma til. Bara núna daginn kom franskur strákur til okkar að heimsækja vin sinn sem býr hjá okkur. Hann að leita sér vinnu núna á Seyðisfirði. Af því þetta bara þannig samfélag. Það af því að það mikið af góðu fólki með fullt af hugmyndum. Það búið að stofna fyrirtæki undanförnu. Það komin skóli á Seyðisfjörð sem að fara að stækka. Við erum ekki neinum vandræðum. Þannig að þessi brjálæðislega flotti gjörningur að búa þarna til kannski einhver 6-8 störf á Seyðisfirði, einhver aðeins fleiri í Vinstunni og Djúpavogi og einhver afleidd störf fyrir einhverja verktaka sem hafa meira nú að gera og geta ekki sinnt því sem að gera nú þegar staðnum, í raun ekkert kraftaverk sem við þurfum á að halda. Þannig að ég ætla að, þetta var bara kynning. Núna ætlar Jón Kaldal sem að vinna fyrir Icelandic Wildlife Fund að hann semst búinn að vinna í 4 ár og búinn að kynna sér sérstaklega vel allt sem snýr að sjókvíaeldi og mun segja okkur frá stöðunni í dag í varðandi starfsemina. Það kom það frábær gestur sem heitir Þorvaldur og hjá veiðifélagi Jökulsárlóns Dal og honum langar svo að segja nokkur orð. Þeim finnst þeir ekki að hafa haft neina rödd í þessu máli, þannig að við ætlum að gefa honum orðið og svo Sigfinnur Mikaelsson
að segja okkur aðeins frá og svo bera saman mikilvægan þátt sem er í þessu öllu saman, það er verðið á þessu hér á auðlindinni versus verðið í Noregi. Og það er mál sem snertir alla Íslendinga og við ættum öll að vera eiginlega bara alveg brjáluð yfir. Þannig að þetta er dagskrá fundarins, erindin og svo munum við eiga vonandi alveg brjálæðislega fínar umræður. Ég sé að það er fullt af fólki sem er mjög ósammála og það er frábært. Ok, takk fyrir. Góðan daginn og takk hérlega fyrir boðið, gaman að vera komin hérna á Austurland. Ég heiti Jón Kaldal og hefur unnið frá Icelandic Wildlife Fund frá því að félagið var stofnað sjóðurinn 2017 og gefnu tilefni því þá sáum við það sem var að byrja að teikna sig upp og mikil ásókn í leyfi fyrir eldi á norskum laxi, eldislaxi í sjókvíum í íslenskum fjörðum. Og ég gæti haldið hérna klukkutíma erindi umhverfisáhrifin, áhrifin á lífríkið sem eru slæm. Þetta er raunur staðarindir sem eins og ég var að fara að segja ykkur að reykingar séu óhollar og þetta var að kenna ykkur það, þetta vita að reykingar óhollar. Erfðablöndurinn er sannarlega hættuleg. Í Noregi er staðan svo að 68% stofna þar er merki erfðablönduna frá eldislaxi og það er þróun sem mun verða hér. Lax er með sporð og þegar hann sleppur út þá syndir hann upp í ár og best þar við heimafiskinn, viltafiskinn, óður, blandast honum erfðablöndum og sem hefur afar slæm áhrif á afkomumöguleika viltafisksins. Þetta er líka svo próteinframleiðsla í heiminum, eina iðnaðarskala, matvælaframleiðsla, eldisframleiðsla á laxi, sem hreinlega mun eyða villtum stofni ef hún fær að halda svona áfram. Það er engin önnur próteinframleiðsla iðnaðarskala sem er á þeim slóð. Þetta bara liggur fyrir. En ég ætla ekki að tala mikið um það, en það byggir mikið ef það eru spurningar á ræðum við það er lúsin og sníkjudýr og sjúkdómar og alls þess aðrir hlutir sem fylgja þessu sem áhrif líka á sjóbleikjum og urriðan, mjög slæm áhrif. Mengunin sem sest á botn fjarðanna, koparmengun frá netabókunum sem eru húðaðar með koparoxíði, fjölmargir slíkir þættir. Ég ætla aðeins að í okkar mínu öndun og aðrangum að fara yfir það sem ég segi ykkur ekki. Og það eru áhrifin svona á samfélag, á fasteignir og hvað er mögulega framöndan í því sem er alltaf stóra atriðið meint atvinnusköpun og hvaða áhrif sjókvíaeldi hefur á önnur störf og verðmæti sem eru í nálægð. Að við vitum nú þegar nánast allt sem þessi starfsemi mun hafa í för með sér. Við vitum frá Noregi og við vitum frá Skotlandi. Í Noregi framleiðir 1,3 milljón tonna á ári á eldislaxi. Í Skotlandi hefur það hæstværi 190.000 tonn. Hér gerir áætlun að þetta ráð fyrir að geta hæstværi 160.000 tonn, en í fyrra var framleiðslan kringum 32.000 tonn. Þannig að ennþá er þetta tiltölulega viðráðanlegum skala, en áhrif munu stigmagnast þegar eldið eykst. Hérna til dæmis erum við að horfa á könnun, mjög viðamikil könnun sem var gerð í Skotlandi, á vesturströnd Skotlands. Það var að velta fyrir sér áhrifum sjókvíaeldis á fasteignaverð á þessu svæði sem það er stundað. Þeir analýsuðu mörg hundruð kaupsamninga og það var með ágerandi niðurstaða. Það sem sást á kvíar, þær fasteignar sem sást til kvíar, það voru verulega verðminni í sölu heldur en fasteignar sem sást ekki til kvíar. Já, ég er með þetta tvískipt hérna. Þetta er talan og fyrir munin á verði húsa og setjum við í íslenska samhengi. Það er þess að talan sem sást yfir laxeldi sjókvíar
var meðalverð 3,6 milljónir lægra á fasteign heldur en það sem ekki sást til sjókveiða. Þetta er stórmál fyrir þorpin og bæina, en þetta er líka stórmál fyrir eigendur sjávarjarða. Samningameðlum með ferðaþjónustu á þessum svæðum. Það er bara verið að lækka verðmæti eigna þeirra með þessu. Það er ekki eitthvað sem ég er að finna upp, það er bara verið bara með reynstón frá öðrum. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Af hverju á að hleypa einhverju oní firðina inn í ykkur nærsefnalag sem mun eyðileggja frá sér verðmæti þeirra sem verður það fyrir. Svo bara pælingin þessi langtíma samfélagslega áhrif á svona plássfreka starfsemi innan lítillega sveitarfélaga. Þetta er ekkert verið kannað hér. En í Noregi hefur þetta verið kannað og þetta er ekkert endilega mjög jákvæð áhrif. Í 1987 þá störfuðum 4.000 manns við sjókvíaeldi í Noregi. Þá var framleiðslan 46.000 tonn. 2018 framleiðslan komin upp í 1,3 milljónir tonna og það er 28-faldast. Störfin voru þó bara 8.000. Þannig að hlutfallið milli fjölda tonna í sjó og starfa, það er ekki jafn mikið þegar þessi starfsemi vex. Við þekkjum svo tölur líka frá Skotlandi. 2017 þegar framleiðslan fór hæst í 190.000 tonn hjá þeim, þá voru 1.400 manns að vinna við sjókvíaeldi í Skotlandi. Það er aðeins hærra hlutfall heldur en við sjáum hér. Þannig að bak við hvert tonn í sjó var 0,006 starfi í Noregi, það var 0,008 í Skotlandi. Þannig að þegar þessi starfsemi stækkar, þá er ágóðinn fyrst og fremst brennendum eigandana. Þeir ná margfeldis áhrifum að fara öll til þeirra. Það fjölgar ekki hlutfallslega störfum í samfélaginu. En hver er vinna við þessi störf? Í Noregi þá er mjög stór hluti í sjókvíaeldinu erlent ferðafólk, þá frá Austur-Evrópu helst, á lágmarkslaunum. Og það er vegna sem Norðmenn stór hluti vilja ekki vinna við þessi störf. Þetta er frétt núna á því 20. og 7. janúar og það var mega krísa í uppsiglingu í Noregi vegna þess að ferðabann út á COVID var búið að stoppa erlenda ferðamenn að koma inn til landsins. Svona fréttir voru í öllum fjölmiðlum. Hvað mun eldiseiðnaðurinn gera? Það getum ekki tekið inn erlenda verkafólkið. Þannig að nú er ekkert að því að byggja samfélag upp á erlendu fólki sem vil setja sér að og viðhalda fjölbreyttu mannlífi. En það var bara að segja það er ekki verið að gera þetta fyrir heimafólk og Íslendingar. Það er verið að breyta þessum bæjum á stórleiti í verbúðir. Oftast stórluta með erlendu farandverkafólki sem var lægstu laun. Þetta var alltaf líka verið kannað í Noregi, hvaða áhrif þetta hefur síðan á samfélagin þar. Hérna þeir skoða þetta í Frøya, sem er eyja við Noreg, og ég held að þið séu það örugglega, og Jens, þegar það er til mig, eru ekki höfuðstöðvarnar þar hjá ykkar aðaleiganda í Frøyjunum? Já. Þið skoðuðu og töluðu við fólkið, við farandverkafólkið og spurðu hvað er þetta að gera betur, hvernig líður ykkur í Noregi í þessum störfum. Og sérstaklega ekki aftur þessi bæk, en skulum bara fá þetta yfir á íslensku. Það var niðurstaðan svo að 20% af starfsfólkinu í þetta 2014-15 var erlent farandverkafólk. Og með helsta umkvörturefni þessa fólks var það sagðist vera fast í neðsta lagi samfélagsins, þar sem atvinnuöryggi var minnst
og möguleikinn á því að samlagast og hreyfast upp stigann var mjög takmarkaður. Höfundaskýrslunum sögðu leiðin út úr þessu er að bæta norskukennslu, þannig að fólk geti tjáð sig og orðið hluti af norsku samfélagi. Og það var hjá þeim sem sæst að mikill áhuga því. En á sama tíma sögðu höfundarnir, hvað mun gerast þá? Jú, þetta fólk mun færast upp, en bilið í neðsta stiga atvinnulífsins, það mun tæmast. Það mun þurfa að fylla það aftur. Störfin framleiðslunni í sjókvíaeldinu eru neðsta lagið, lægstu launin, minnsta atvinnuöryggið. Þetta er allt þekkt frá Noregi og við vitum alveg að þetta mun gerast hér líka. Og auðvitað er þetta nú þegar er stór hluti af starfsfólki í sjókvíaeldinu, þráttur að sé ekki umfangsmeira þetta, mannað af erlendu farandfólki, verkafólki. Og nú spyr maður sig, já, hvað enn með heimavald? Og ég er reykingur, ég ætla ekki að segja ykkur hvað ykkur er að finnast, en ég með merkja fót hérna á stúlku sem heitir Sóley Eiríksdóttir. Hún skrifaði lokaverkefni í sagnfræði 2010 snjóflóðin á Flateyri. Hún lenti því sem unglingur. Hún kannaði eftirköstin, hvað hefði gerst og fólksflutninga og annað. Og við niðurstöðukaflanum hennar mjög afgerandi orð. Og það er hún að tala fólkið sem flutti á Flateyri, hennar kynslóðum og 14 ára lendi í þessu hræðilega, 15 ára lendi í þessu hræðilega snjóflóði og skrifaði þessu riti og skilur 2010. Og hún bara segir að einar störf fiskvinnslan voru eitthvað sem Íslendingarnir vildu ekki vinna með. Uppistaðan í samfélaginu urðu útlendingar. Þannig 95% starfsfólksins í frystihúsinu voru Filippseyingar og Pólverjar. Þessi starfsemi, sjókvíaeldi, láglaunastarf við fiskvinnslu, Íslendingar hafa ekki sýnt sig að vilja vinna við það. Og einhver störf munu ekki laða að ungt fólk til búsetu. Það þarf eitthvað allt annað. Skoðum svo aðeins bara rekstrargrundvöllinn sem er ekki hérna fyrir þessum fyrirtæki. Elsta sjókvíaeldisfyrirtæki á Íslandi heitir Arnarlax, stofnað 2009. Það er aldrei borgað tekjuskatt á Íslandi, ekkert einasta skipti. Það er oft talað sjókvíaeldi á Íslandi eins og það sé ykkur nýsköpun. Sjókvíaeldi hefur verið stundað í Íslandi á 1990. Það hefur ferfallið með brauk og bramli á lánastofnanir og í eigu almennings, byggðasjóð og lífeyrissjóð og fleiri. Það var 8-9 milljarðar skellurinn kringum 1990. Og þá verður þetta örlægi. Ég er ekki búin að uppreikna það, en þið þekkið hvernig verðbólgan og krónan er, en þess talaði margfalt stærri í dag. Arnarlax er að stærstu leyti í eigu norskra aðila, rétt eins og fiskeldi Austfjarða og Laxárvirkjun er. Og það er bara, það er ekki til svona ólöglegt, það er bara eins og þetta efnahagskerfi sem við höfum byggt okkur, þjóðirnar, Evrópusambandið fleiri, það er tilfærsla á fjármagni heimi. Og þegar þú ert með móðurfyrirtæki í öðru landi sem selur dótturfyrirtækinu búnað, fóður, þjónustu, ráðgjöf, þá getur þessi fyrirtæki meira að minna stýrt í hvað þau munu taka og taknaðu eða upp í stað. Þetta er kallað Starbucks-módelið oft. Ég voru það að heyrta að það var alltaf vitlaust í Bretland fyrir 3 árum. Þau komið í ljós að Starbucks var aldrei borgað tekjuskatt í Bretlandi. Þau voru með kaffibúður og allt. Menn fóru skoða af hverju borgar Starbucks ekki tekjuskatt í Bretlandi. Jú, móðurfélagið þeirra selur intellectual rights, nota þetta nafnið af keðjunum. Það er staðsett í Sviss. Þeir sem selja kaffibönnunar í Hollandi. Þetta eru bæði lágskattasvæði. Svo bara verðleggjaði verðið á bönunum sem við skylda að kaupa og verðleggja nafnið á keðjunni.
Þannig að geta tekið út skattinn, eða rétt að sagt arðinn og greitt skattinn þar sem skattprósentið er lægst. Og þess vegna er líka Kýpurfélag sem er stærsti eigandi einstaki í Arctic Sea Fund fyrir vestan. Bara svona gengur efnahagslíf heimsins fyrir sig og er reyndar eitthvað sem hefur reyna vind ofan mjög víða. Og við höfum fengið ýmsar fréttir svo sem tengt sjávarútvegi að þeim nótum undanfarið. En svo er þetta rosalega frek félög, Arnarlax. Hún er sveitarfélagið í Vesturbyggð komin í málaferli við Arnarlax. Þeir neita að borga þeim hafnargjöld, nema að þeir vilja borga þeim til verðspanni sinni. Nú er sveitarfélagið bara alltaf Vesturbyggð og opaslega háð Arnarlax. Þeir eru stærstu vinnuveitandi. Og það er búið að fjárfesta í höfninni fyrir 20 milljóna til að bæta aðstöðuna fyrir þeim eigandi. Þetta er 19 milljónir sem munar sem þeir vilja ekki greiða. Leiðu þessi fyrirtæki verða svona sterk í samfélaginu, þá byrja þau að hnykla á vöðvana og yfirleitt er það þannig að litlu sveitarfélögin þau hafa ekki mátt til að mæta þessu. Skoðum það hvað er að gerast hérna fyrir austan. 2017 var 42% hluti, 45% hluti seldir í fiskeldi Austfjarða. Kaupverð að taka milljarður á þeim tíma. En inn í kaupsamningnum var ákvæði að þegar tiltekin leyfi færi í gegn, það myndi kaupverð að hækka 3 milljarða, færi tækla 4 milljarða. Þetta er að gerast núna hérna á Seyðisfirði. Leyfin sem Seyðisfirðingar fá ekki krónu og enginn að biðja sjókvíaeldi fyrir Seyðisfjörð, bara enginn. Pressan eru 3 milljarðarnir sem þeir sem eiga hlut og áttu hlut munu fá í hækkun á sínu kaupverði eða hlut núna í félögum. Það eru peningarnir þeirra sem er að keyra þetta mál áfram, aldrei trúa því að þessi verið að horfa til hagsmuna ykkar sem búið er. Enda þessi stærstu eigendur sem eru að bakis fyrirtækjum, þeir búa í Garðabæ og ég sé það reglulega á Kalda og Snaf, sko. Þetta er ekki menn sem búa í sínu nærsamfélagi. Flestir. Við höfum eins og haft hér á Íslandi tengt laxinu, villtulaxinu. Starfsemi í meira en 100 ár. Verðmæta starfsemi sem skiptir sköpum fyrir búsetu fjölmarga fjölskyldna í sveitum landsins. Þetta er mynd af veiðimönnum sem var með stangir á öxlinni, tekið á hlaðinu í Norðtúk í Borgarfirði fyrir 101 ári. Erlendi ferðamenn komnir að veiða á Íslandi. Þetta eru dýrustu ferðamenn sem komið til landsins. Þetta eru ferðamenn sem við viljum hafa sem flesta hérna. Borga mikið, skilja mikið eftir sig. Þetta er tekið, þetta eru eins og mjólkurkú fyrir sveitirnar. Þeir skilja peningin eftir og það dreifist til allar þeirra sem eiga hluti í þessum ár. Staðurinn er svo að tekjur af stangveiði eru ein megin stoð landbúnaðar á Íslandi. Það eiga 4500 lögbýli veiðirétt og hér er á forsíðu Bandablaðsins fyrir 3 árum birtist þessi skýrsla sem Hafrannsóknastofnun Háskólans vann. 69% af framleiðslu landbúnaðar á Vesturlandi kemur úr lax og silungsveiði. Prósentan fyrir landið í heild er 28% af hagnaði og launakostnaði. Þannig 34% hér í landbúnaði hér á Austurlandi. Þetta eru alvöru tekjur. Við þekkjum öll að í landbúnaði að bændafjölskyldur þar hafa sjaldnast eina tekjustoð undir rekstur sinn. Mögulega er húsbóndinn líka vélamaður einhvers staðar, húsmóðir að kenna. Þetta er yfirleitt fjölbreyttar stoðir bara undir afkomu þessara fjölskyldna. Ef ein stoðin hverf, talningum sem er á þessari stærð, þá mun þetta pottið þýða einhverjum þurfa að bregða á því.
En þetta tölur frá því hvenær byrjuðu? Þetta er 2018 og vel að merkja þessi tala hér fyrir Austurland, hún er hærri núna því Jökla var ekki komin inn af sama krafturinn núna sem tekið öllum fyrir sitt næstsamfélag. Af hverju eru þessar tekjur í hættu? Sjókvíaeldið, það ógnar ekki bara með erfðablönduninni og fækkar fiskum í ánni. Leið og eldisfiskur veiðist, kemur á land í á Íslandi og geldur orðspor árinnar hnekki. Það er enginn komið til Ísland og borgar stórfé fyrir að veiða eldisfis. Þannig að þessi mantra að skapa störf, hún gengur stórleiti ekki upp því það að vera að eyða mögulega störfum annars staðar. Endilega bið ykkur að hugsa það. Þetta er ótrúlega, finnst mér, fyrirleikning á eigum og verðmætum annarra. Fóruðu tölurnar að mér, fasteignaverðið, lækkun á bújörðum, sjávarjörðum, þetta er alvöru tölur. Og við og meiri sé að svo stöndut félag eins og Ísfélag Vestmannaeyja, þeir eiga jörð í neðri Duffansdal heitir jörðin sem eiga inn á Arnarfirði. Þeir skiluðu mjög kröftur umsögnum úthlutun eldissvæða til Arnarlax í fyrra og helstu rök þeirra voru ef við fáum við kvíar, nánast bara upp í fjöru hjá okkur, mun verðmæti okkar eignar lækka. Hvernig er svo þessi atvinnusköpun raun og veru? Hér merkileg fréttin birtist 2018 og pikkuð upp úr erlendu fagmiðli. Það voru mjög stoltir af því að norskir eigendur fiskeldis Austfjarðar ætluðu að fara að fjarstýra fóðrun frá Noregi áramót. Þetta er hægt. Það er setið í skjá og það sem internetenging. Hvað sem við í heiminum er þetta fjarstýra fóðrun að hafa eftirlit með því. Þetta setið í Indlandi, símaverum í Indlandi, ódýra starfskraft sem getur gert þetta. Tæknin bara býður algjörlega upp á það. Reyndar tókuðu beygju frá þessu þegar eftir að fréttin birtist. Því þetta var náttúrulega ekki gott sölupits inn í atvinnusköpun umræðina sem þeir að bjóða okkur upp á hér. Þetta er ekki allt og sumt. Tækninni fleygir hratt fram. Þetta skip var sjósett og hóf störf við Noreg fyrir 2 árum og kallað game changing fyrir hennar eiginmann. Og þetta er sláturskip. Sér hann að sláturskip til að vinna í sjókvíaeldi. Það siglir upp á kvíunum og sígur fiskinn upp, slátar hann borð og fer með í vinnslu Hirsal í Danmörku. Þetta er ekki störf sem eru unnin af Íslendingum eða þeim sem borga útsár á Íslandi. Þetta eru erlend áhafn og kemur bara á þetta skip. Þetta kom til á Vestfjarða þegar var allt á hliðinni hérna út af vondu veðri. Við komum á slátraði hellingi á Arnarlaxi núna í mars eða febrúar í fyrra. Auðvitað, allir hefur séð og vitað af þeim tækninýjungum sem orðið í sjávarútvegi. Hvað handtökum í kringum íslenska sjávarútvegi hefur fækkað ótrúlega mikið á 20-30 árum. Sama hefur gerst í sjókvíaeldi. Sáu töluna sem ég nefndi ykkur áðan. 28-faldaðist magnið. Störfum var bara fjölgaði bara helming. Og þessi þróun er á fleygiferð. Fækka höndum, einfalda starfið, skilja meira eftir það sem eiga fyrirtæki. Það er meira. Þetta er frétt frá núna á föstudaginn. Enn ein fréttin af landeldisstöð sem er að reisa. Landeldisstöðvar eru núna að rísa, hafa risið með gríðarlegum hraðum allan heim. Á einum tómatagri úti í Miami ætlar að reisa 90.000 tonna landeldisstöð. Ég heldur þetta alltaf stækkar núna yfir 100.000 tonn. Þannig að þeir var vantilega komnir fyrr í þessu 160.000 tonn ársframleiðslu á einum tómatagri fyrir utan Miami
heldur en við erum að ná því sjókveiðum hérna. Og ef ykkur finnst Miami ævintýralegt, þá verður þið byrjað að selja fyrir ári síðan landeldislax sem kemur upp eyðimörkinni í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, 5.000 tonn. Það er ár síðan þið byrjað að selja þetta stóra lax í búðum í Dubai. Af hverju skiptir þetta máli? Jú, því það bendir allt til þess að það sem að fara að gerast að lax verður ræktaður eða alinn í landstöð á því markaða svæði þar sem á að selja. Það svo kjúklingur. Kjúklingur alls staðar bara alinn í útjaðri borga og seldur sér hann bara daginn eftir hann slátrað. Hvað þýðir þetta? Þið þurfið ekki að hlusta á mína spá. Þetta bara spá fagmiðilsins sem segir þessi nýju landbúnaðarstöðvar munu éta upp sjókvíaeldislax sem þarf að fljúga inn á markað. Það ekki bara landbúnaðarstöðvar, þetta eru risa kvíar, stálkvíar sem eru hannaðar af hönnuðum sem gerðu áður olíuborpalla, úthafskvíar sem eru í smíði og allt vísar þetta í sömu átt. Það þarf að leysa umhverfisvandann sem sjókvíaeldið leiðir af sér og hættunum lífríkið. Líka er þetta bara stærri einingar út í sjó, nær markanum á landi og áhrifin verða þau að sjókvíaeldið mun gjalda fyrir það. Þannig að bara umhugsunarefni fyrir lítil samfélög ætla að byggja stóran hluta eða veðja stóran hluta af sinni lífsafkomu framtíð bæjarfélaga á þennan iðnað, það er ekki gott við annar. Burtséð frá því sem ætti nú bara að vera nóg. Þetta er starfsemi sem að hætta og skaða villta laxana. Það ætti að vera nóg, en það er ekki nóg því miður. Þá sem við bara, af hverju að veðja á iðnað sem að breyta svona mikið. Benediktur nefndi hérna Kodak myndlíkingum mér var að þetta er alltaf eins og að reisa Kodak verksmiðju 2007 á sama tíma og iPhone kom á markaði. Vissu allir að filmvélar ættu erfitt uppdráttar út af digitalmyndavélar. Það bara, filman bara þurrkaðist út, allir voru komin með snjallsíma. Við erum svona svipuðum tímapunkti hér að fara að dæla niður sjókvíum hérna sem verða hérna kannski 10 ár. Þetta er ódýrt, tiltölu ódýrt starfkostnað með hitt. En mögulega og líklega verður þessi bransi það breyttur innan 10 ára að því bransin á flegi ferð að þróa aðferðir sem geta lækkað dauðshlutfallið í kvíunum. Það 20% fisk drefsta, það þolir ekki aðstæður og komið fyrir lúsardauða líka, lúsarsmitt. Það verður ekki, sjókvíar, opna sjókvíar munu alltaf glíma þarna natta. Bransin sjálfur að leysa það. Þannig að með þeir koma að geta mögulega þrifist með þessa gömlu úreltu tækni, þá munum við gera það. En þeir munu líka fara leið og þeir geta. Þeir munu ekkert fá í hagsmunni íbúa eða byggðarlagana, þeir munu bara kveðja. Og ætla að veðja miklu á þennan iðnað sem var þetta tímamótum núna, það er ekki skynsamlega bara byggðaþróunarverkefni heldur. Má ekki að enda á þeim út. Takk hérlega fyrir mig. Góðan daginn, og ég heiti Þorvaldur Hjarðar og er formaður Veiðifélags Jökulsár. Ég kem hérna nú aðalega smegði mig hér inn því að við alveg gleymst í umræðinni hjá þessari blessaði sveitarstjórn okkar að það eru fleiri hagsmunir en hérna er á Seyðisfirði. Jökulsárdal er núna kom inn 2007 sem svona laxveiða og hefur verið að strekka stöðugt síðan. Og nú á síðasta ári þá kom 870 laxar á land og jöklu. Og þetta er allt uppbyggt, þetta er heimastofn, það voru laxar í ánni áður og það er ekki mikið fyrir því og þetta hefur verið ræktað upp með því að
taka hrygningarlags, frjóka og svo er verið sendt í áframeldi norður Laxá, svo sleppt aftur hérna til að byggja upp ennþá fyrir stofn. Nú hafa verið þarna, það eru 74 aðilar í þessu veiðifélagi einu sem hafa verið að sjá svona fram á betri tíð og það myndi bara skila að því. Og í fyrra það alltaf var rólegt, greiddi nú ekki nema 4 milljónir jarðar. Það er alltaf ekki mikið. Mér heyrist nú öll að það sé nú samt meira heldur en laxeldi sé að greiða hérna til landsmanna. En þetta skiptir okkur gríðarlegu máli að það gangi vel. Því að laxveiðiréttindi án, þau ger ekkert annað en að hækka verðmæti jarðanna. Því að það má ekki selja þetta veiðilunnindi undan jörðu. Þannig að það er ekki eins og í kvótakerfinu að við getum bara selt veiðirétti. Hann fylgir jörðinni. Og það alveg skapar það að þessna hafa erlendar aðilega verið átti ásæla laxveiðijarðir. En þetta sem við höfum áhyggjur af er að byrja svo mikið fiskeldi. Það er alltaf við vitum ekki í þess að sleppi laxa, nýrnavekki, laxalús og allt þetta möguleika. En bara tölum frá Noregi og Skotlandi sem þeir gefa upp sjálfir, þá sleppur svona 1 lax af hverju tonni sem er framleitt. Er það ekki vorulega lítið? Jú, en ef við horfum að 10.000 tonna eldi, hvað þýðir það? Bara samkvæmt mattímannar sjálfar eða þá 10.000 laxar að fara á plakk þegar þetta er allt komið á hlut. Það er ekki það sem við erum neitt að finna upp. En þetta er hlutur sem þarf að skoða. Erfðamengun, þetta rústar alveg því að hagnaði og sölur mennsku því að aðeila sem er að borga milljónir fyrir veiðilífi, þeir eru ekki að borga það til að veiða eldislax. Þeir eru að koma inn í útivist og umhverfi og veiða dýra vöru. Haldið að kosti ekki einhverjum sem menn þegar að séð þvottur sem standa hér á Ísafjörður í viku. Þegar einhverju auðmennir að veiða í ánum, þeir eru ekki að koma að veiða eldislax. Þá myndir þið bara væntanlega að fara í Kvíarna niður í Berufirði. Borga brot af því. En þetta er nú svona, við höfum náttúrulega stofna sem hafa verið hér på landnámi og við erum að reyna að varðveita þá og bara beinum starrið okkur sjálfum til hagsbóta. Því við erum að vinna að þessu bara nú þegar þá erum við byggjum gamla félagsheimili í Hálsaflóti. Var úr því sem var eiginlega að loknast út af þessum var þessi félagsheimili sveitum. Það er náttúrulega mjög fallegt og gott veiðihús, kannski einhverju að koma það. Og heimamenn er farin að fara á atvinnu. Við leiðsög, vinnum við þetta, veiðihúsið og þetta er svona, þetta er að byggja svo rólega upp. En svo er náttúrulega, er að læðast á okkur þessi og þetta getur orðið muni skaf okkur orðspori sem við erum að ná. Og það sem er nú bara eins og í þessu, þeir eru tétturnar að þessu til heimamanna að fiskaldinu miðað við hitt. Ég veit alveg að fiskaldi skila væntanlega góðu núna. En á þetta ekki til með að minnka eða hverfa. Og svo alltaf hann að vera að spyrja með náttúruverndarlög og eitthvað orginalli, það er kannski annar handleggur. En svo var ég bara að hugsa eins og þegar ég var á Seyðisfirði sjós í gamla daga. Ég held að minn áttu ekki á hvað 10.000 tonna eldi er. Það voru 3 togar á Seyðisfirði, allir þeir eru ekki að afleikla svipað. Og hvað var mikið vinna? Við vorum upp í 14-15 hverjum skipi, frystihúsi í fullu gangi og við höfum bara reiknað hvað voru mörg störf og afleitt störf af þessu. Og þetta er, svo er nú eitt enn sem ég hnaut aldrei það var afleitt að sveitastjórn. Það er auðlistur að athugasemdafrestur sem er lengtur aðeins til 12. janúar. Sveitarstjórnarmenn, þeir samþykkja þetta orðalaust bara 16. desember, áður en athugasemdafrestur er raun. Og það er ekki eins og sko að við séum til okkur hagsmunaaðila, við erum ekki eftir. Ég það vita allir okkar afstöðu sem að þeir búið maður þeir búið að spyrja út í þetta.
Það er eins og ef það með vita afstöðuna að menn muni gera athugasemdir og þurfa ekki að ræða við það. Og þetta er náttúrulega kannski aðal ástæðan fyrir ekki hérna, sko. Það er ekkert svona, við erum bara ekkert með í umræðinni þessir sem erum að vinna í veiðinni hérna. Og svo er það annað. Dýrustu laxveiðar á landsins eru hérna norðan okkur, þessi Vopnafirði. Félagar bera ábyrgðina á að við skaðast 20 milljóna á ári bara við að fá eldislax í ána þarna. Félagar bera ábyrgðina. Eru þessi gáð út leyfin? Eru þessi samþykkt þetta? Hverjir eru þetta? Það er mörg svör sem þarf að fá svona svara við. En svo var nú að segja komið inn á heimasíðuna ýmsar athugasemdir sem hafa verið gerðar þetta frá okkur. En ég held að sé ágætt að við höfum í huga að það eru fleiri aðeins sem sjá fram eða að séð fram á betri tíma. Því þetta hækka verðgildi jarðar í dreifbýli fyrir að skila arði. Það hefur alltaf verið mönnum legið á hálsi að jarðir séu lítt metnar á Íslandi. Nema það er erlendi. En þegar við sjáum tækifæri hækka jörðina, já bara segja þessi á mér sjálfum og fleiri hérna Jökuldal, Hlíð og Tungu. Og ef við skemmum svo þessu auðlind, þá erum við bara sjálfur að skaðast sem erum hérna. Það er það sem við aðeins spá í. Það eru miklu fleiri hagsmunir hér í húfi en við horfum bara á við kvíarnar. Og svo verðum við að segja eins og vera minnst með landeldið. Kannski ekki hrifin af sjókvíaldi. Hins vegar finnst mér eins og landeldi á sumu leyti það sem miklu líkar af nútíma búskap. Þú þarft að þrífa upp skítið eftir skepnunar. Þannig að það er nú allavega við landeldið sem ekki sjóna sér. Umhverfisvernd í sjókvíum með því er bara sko, þú er umhverfisvernd með því að draga kvíarnar bara lengra til og skítið bara niður á þeimastað. Þá er það bara allt í góðu, þá er þetta bara umhverfisvernd. En ég ætla ekki að þusa neitt yfir ykkur lengur, ég ætla bara að koma mínum sjónarmiði okkar í veiðifélaginu á framfæri og ég ætla bara að segja takk fyrir mig og þið skuli bara spyrja ef þið viljið vita eitthvað meira. Takk fyrir Þorvaldur, mikið er glöð að þú komst. Það er held ég akkurat þess vegna sem við stofnuðum þetta félag. Það var til þess að reyna bara að spyrna við og að gera að allir geti fengið rödd og einmitt koma sínum málum á framfæri. Við erum sko alls ekki að gera þetta bara okkar máli, þetta er bara okkar leið til þess að geta vakið máls á því sem er að gerast. Næst er það Sigfinnur Mikaelsson sem ætlar aðeins að fara yfir svona samanburðin á verðinu á leyfum í Noregi versus hérna á Íslandi. Ég ætla nú ekki að vera langorður þetta en aðeins að fara yfir það sem að snýra þessum hluta. Í lögum breytingu á fiskeldi sem voru samþykkt núna í 2019 þá er tiltekið þar inni hver greiðsluskylda fiskeldisfyrirtækja eru fyrir afnot af eldissvæðum. Og þar er því skipt í 3 flokka fyrir frjóanlax, ófrjóan og svo í lokuðum kvíum eða á landi. Fyrir ófrjóanlax, og þetta er allt reiknað út í SDR-einingum og ein SDR-eining er 180 krónur íslenskar. Fyrir frjóanlax greiða þeir 20 SDR-einingar fyrir hvert tonn. Fyrir ófrjóanlax 10 SDR-einingar og í lokuðum kvíum 5. Þetta samsvarar því að þeir sé að borga fyrir ófrjóanlaxum 3.600 krónum per tonn. 1.800 fyrir ófrjóanlax. Og ef við umreiknum þetta yfir í eldisleyfið og eldistíman sem að sem leyfin ná til, sem eru 16 ár, þá gerir þetta 29,7 milljónir á ári fyrir mið, ef við tökum mið af því sem er á Seyðisfirði, þessi 10.000 tonn eldi, þá er þetta 29,7 milljónir á ári. 16 ára eldistíma, þá er þetta 475 milljónir.
475 milljarðar fyrir 16 ár. Ef við horfum svo til Noregs, þar sem var síðasta uppboð var núna í október á eldisleifum og eldismenn segja þá þetta er ekki hægt að bera þetta saman af því að við erum ekki að fá þetta til frambúðar, eldisleifin, en 16 ár tel ég vera nokkurn veginn til frambúðar því ef að það er komið 16 ára reynsla á þetta þá er enginn að fara að sparka þeim út og ef það hækki leifið eitthvað aðeins hjá þeim og þá skiptir það ekki máli. En í Noregi í október voru boðin út 27.000 tonna eldisleifi. 27.000 tonn. Þau fóru á 92 milljarða samsvarandi íslensku krónum. Og það leggur sig á það, að við tökum Seyðisfjörð aftur, þá erum við að tala um eldi þar samsvarandi 33 milljarðar. 33 milljarðar, það er 3,3 milljónir á hvert tonn. Á móti 3.600 krónum á Íslandi. Ef við ætlum svo að skoða þetta, bara út frá því, hvað erum við lengi miðað við það sem við erum að rukka á Íslandi fyrir eldisleifið, eldisrýmið, hvað erum við lengi að ná upp í þessa 33 milljarða? Og þetta er svolítið reikningsdæmi. Jú, við þyrftum 1100 ár til þess að ná upp í 33 milljarða. Þannig að við getum bara alveg sagt, við erum að gera þetta. Við sjáum það best á fiskeldi Austfjarða, kom frétt í Austurfréttum nú í sumar, þá var fiskeldi Austfjarða metið á 21 milljarð í Kauphöllinni í Noregi. Og samt er þeir bara komið 2 eldisrými, það er í Berufirði og Fáskrúðsfirði. Svo eins og þið vitið kannski öll á tekin eitt snúningur á þessu, núna er rétt fyrir áramótin, að Laxárfiskeldi, eigandi þar norski, kaupir meiri hlutan, eða semst norska eigandinn í fiskeldi Austfjarða út og allt í einu við þennan eina snúning þá hækkar virði fiskeldis Austfjarða úr 21 milljarð í 38 milljarð. Hvar liggja verðmætin í fyrirtækinu fyrir 38 milljarða? Í hverju liggja þau? Hvað stærstu hluta? Er það í rekstri fyrirtækisins, búnaði og tækjum? Ég ætla að leyfa ykkur bara vel hugsa það sjálf. Ég til mínar skoðanir á því. Svo vil ég líka aðeins koma inn á varðandi kynningu og umsagnir fiskeldis, til og með fiskeldis Austfjarða fyrir mannafla þörf í kringum þessi eldi. Að í umsögn fyrir fiskeldið í Berufirði og í Fáskrúðsfirði að það er tiltekið að mannafla þörfin sé 8 manns fyrir hver 1000 tonn, 8 manns í eldinu og 4 störf í eftirvinnslu slátrun. Þetta samsvarar því núna eftir síðasta ár samkvæmt fiskeldis Austfjarða eigintölum miðað við eldið í Fáskrúðsfirði að þá átti eldi að vera í lok síðasta árs og byrjun þess árs átti að vera slátrað á því þeim kafla 13.000 tonnum. Þetta er bara beint úr þeirra umsögn líka. En miðað við það að þá ætti að vera starfandi á Fáskrúðsfirði einum núna á bilinu 80 til 100 manns. Sjá að þið 80 til 100 manns starfa á Fáskrúðsfirði. Ég held að séu 5 til 7 manns sem starfa í kringum þetta. Og samanber líka þá tölurnar sem að Jón kom inn á hérna varðandi eldið í Noregi. Að þá leggur þetta sig á miðað við 8.000
starfsmenn og 1,1 milljón tonna framleiðslu, þá er þetta 1,6 starfsmaður á hver 1000 tonn. Á meðan að við erum að kynna fyrir okkur að þetta séu í kringum 14 störf fyrir hver 1000 tonn. Og þá spyr maður sig líka, við erum að fá hérna þessu öflugu eldisfyrirtæki frá Noregi sem eru með góðan búnað og sína kunnáttu sem er alltaf presentera fyrir okkur að við séum að fá þarna erlenda aðalinn. En ætla þeir að fara þá að borga 14 manns laun hérna fyrir hver 1000 tonn með að borga 1,6 starfi í Noregi. Finnst ykkur það líklegt? Takk fyrir. Jæja, þá hljóta að vera fullt af spurningum. Ég er að hugsa hvort að viljið þið ekki bara sem að voru með erindi koma og vera hérna upp í svona hálfgerðu pallborðið þá. Og ég kannski bara verð svona fundarstýra, reyni að sjá hver er rétt upp hönd og hérna gefa orðið. Hver vill ríða vaðið? Er þetta svona kristaltært? Já, sko, Þröstur, mætur. Það er náttúrulega að spyrja bara einhverja sem vita það sem er erfðablönduna. Nú var fiskatjarnan í Breiðafirði og mjög verðmætt á í næsta fyrir það að segja Breiðdalsáin. Og maður velti fyrir sig svona þann Seyðisfjörð versus Jöklina, ég skil alveg áhengina af þessu. En þekkja mann alveg hvernig erfðablöndunum deyr með fjarlægir. Einhver sem getur svarað því? Ég veit ekki taka það. Viltu koma? Við hérna við höfum séð hvernig eldisfiskur hegðar sér þegar hann sleppur. Þetta verið 2018 sem fór allt í einu að veiðast töluvert magn af regnbogasilungi. Fyrst mikið fyrir vestan, svo var hann tilkynntur hverjum stað fætur öðrum. Á endanum á búið að tilkynna umtalsvert mikið meiri magn af regnbogasilungi hringir kringum landið á. Og kannast enginn við að hafa mist regnbogasilung úr eldi, en við vitum að gat bara komið það. Þannig að fiskurinn er sporð, við synd langt. Og þessar ár eru klárlega í hættu. Og það er í raun og veru nokkrum ólíkindum að við erum farin af stað með þessa starfsemi hér í þessu umfangi án þess að sé neinn vöktun að viti. Það var skipuð nefnd síðasta vor sem var ráðherra, 3 manna vísindanefnd til að rýna aðferðafræði Hafró á automatið og burðarþolið líka og meðal helstu athugasemda þeirra nefnda, það kom maður frá Noregi og Skotlandi, einn frá sérfræðingur og einn frá Háskóla Íslands, sérfræðingur. Það voru mjög afgerandi gagnrýnispunktar í þeirri skýrslu og það var átakalegur skortur á eftirliti. Núna er eini laxi sem við vitum er sá sem ykkur kemur með og afhendir Hafró til rannsóknar. Lax sem sleppur snemma úr eldi, hann þekkist ekki nema með DNA-rannsókn. Lax sem er stöðugt að leka eldislax og kvíunum og það er yfirleitt hættulegri erfðamengun heldur en úr stóru sleppisleysunum. Við höfum ekki hugmyndum hvað mikið af honum eru að veiðast hér. Þegar hann lítur út þegar hann kemur upp í árnar eins og villtur lax. Eins og að ber hann í sínu DNA bara dýnamít fyrir stofnum. Og þessi áhrif getur komið fram mjög hratt. Þessi nefnd gagnrýndi líka að automatið væri gert til landið í heild. Þess að það er að gera staðbundið automat. Bentu á að smærri stofnar sem eru fyrir neðan þessa sem eru bara ekki með veiðifélögum annað eiga sinn sjálfstæða tilverurétt
og ætti í raun að flokkast sem einn stofn eða bara svo Vestfjörðum ætti að flokkast í raun og Suðurfirðin ætti að flokkast sem eitt eldissvæði og eitt náttúrulegt svæði villalagsins og átumætti ætti að vera annað þar til að vernda þessa litlu stofna. Í raun og veru þegar var ákvörðun að tekin að leyfa sjókvíaeldi á einhverjum skala hér fyrir austan og fyrir vestan, það lá ekki svona fyrir almennilegar rannsóknir á umfangi áa með laxi á þessu svæði. Við erum að gera hérna tilraun gríðarlega afdrifaríka getur verið, bara í náttúru. Núna að fara í djúpið, þegar ekki hugmyndum hvað áhrif að setja svona mikið eldi þar niður hefur á uppeldisstöðvar þorsksins. Þannig að þetta er svo margt rangt við þetta. En erfðablöndunin þessa ár, við skulum ekki efast það, þær eru í mikilli hættu. Álega með svarið? Já, það er raunægt að segja það í breyta, þá er vita menn ekki. Það er vandamálið við höfum bara tölunar frá Noregi og þar sjáum við að 67% áa eða villtustofnar þar eru bera merki erfðablöndunar og hlutfallið sem við minni á er margfalt hærra. Það verður upp í 94%. Það eru nýjar kannanir að birtast. Þannig að svarið hver staður er núna í Bretlandsvági, við vitum það ekki. Og hvaða glóra er í því? Ætlum við að þegar erfðablöndun hefur orðið og athugið það, við erum að vera að grípa inn í kannski 10-15 ára þróunarsögu og skjóta inn í þá þróunarsögu genum sem hafa verið búið til á 30-40 árum í þessu eldistýri. Ef þetta gerist einu sinni, það myndi náttúran hreinsast út á einhverjum tíma. En hér er að tala um að setja inn í sjókvíaeldi sem má vera bara ófyrirséða framtíð. Og aðeins til að gefa skala, allur íslenski villidýralaxastofninn er 80.000 fiskar. Bara í Seyðisfirði, eða fyrir 10.000 tonn, það verða 4 milljónir fiskar þar. Ef við endum í þessu 106.000 tonna eldi, það verður með 45 milljónir fiska í sjónum, norskra eldislaxa í sjónum í Ísland. Og þessi 300 regla, einn fiskur hverju tonni, það verður 106.000 fiskar sem sleppa. Þetta er sko íhjaldsamlega tala. Norska Hafró segir til alltaf 4 sem hærri talur en að vera. Stýrðist bara við þess að 106.000 á hverju einasta ári. Þannig að þetta ár eftir ár móti 80.000 villtu fiskum, 106.000 villtir lax. Það fara ekki allir upp í Árnavaða. En við vitum nákvæmlega hvað mun gerast. Jódís. Takk. Komið sæl. Jódís heiti ég, fulltrúi VG í sveitarstjórn í Múlaþingi. Eitthvað sem ekki þekkir mig. Takk fyrir mjög áhugavert erindi. Og mér langaði eiginlega bara að taka undir með ykkur og mér langaði líka benda á það að ég hef nú ekki látið bara leka í gegnum sveitarstjórn á minni hálfu. Ég hef bókað og ég hef reynt að spyrna við, en ég hef miklar áhyggjur af því á hvaða vegferð meirihlutinn er í þessum málum. Ég er einnig formaður heimastjórnar á Djúpavogi, þannig að ég þekki nú líka vel til þar og varðandi laxeldi. Og það er eitt sem kom hérna fram í þessum erindum sem mig langar bara að ítreka. Það er þetta, sko ég veit ekki hversu djúpt ég á að taka í árina, en þetta ofbeldissamband fyrirtækjanna versus samfélagsins. Samfélagin þau hafa ekkert bolmagn til að setja einhverjar reglur því að þegar allt er komið á fullt, þá verður staðan þessi. Ef við fáum ekki þessa lóð eða þennan veg eða þessa viðbyggingu eða þetta eða hitt, þá bara förum við og samfélagið heimur. Og þú veist, þetta er svo ójöfn skipti, þetta er gríðarlega alvarleg stað og hún er alveg upp á Djúpavogi. Það er ekkert allir til í að taka þátt í umræðinni að því hvað eiga þau að gera ef þau missa vinnuna. Þannig að ég hef að þessu miklar áhyggjur. Ég ger mér mjög mikla grein líka fyrir því að það er allt önnur staða á Djúpavogi.
þar sem að samfélagið varð fyrir gríðarlegu áfalli 2015, þar sem að svona botninn datt úr atvinnulífinu. Laxeldi kemur þar inn og hefur verið gríðarlega dýrmætt. Það hefur skapast störf, það hefur orðið uppbygging á svæðinu. Ég get bara ekkert sett sama sem merki á milli stöðunar á Djúpavogi og Seyðisfjörð. Þannig að ég hef verið algjörlega skýr í mínum málflutningi. Ég vil að við hlustum á íbúana, ég vil að við hlustum á þekkinguna, reynsluna, rannsóknirnar, söguna. Við höfum engar forsendur til þess að vilja þetta á Seyðisfjörð og ég held að við þurfum að standa miklu þéttar við sem setjum í minnihluta til dæmis að því að setja upp varnir af því það er augljóst að það á að keyra þetta í gegn með öllum ráðum. Og ef að við stöndum ekki vaktir þá er enginn að það gegn. Og ég fagnar þessu félagi, ég fagnar þessu fundi. Takk. Ég meina spurningu. Já. Nú félagið ykkar á Seyðisfirði. Stendur til að tengjast öðrum náttúruverndarsamtökum á svæðinu eða hafa félagið opið fyrir alla Austfirðinga? Já, bara alveg opið. Já. Og algjörlega til í samtal og samstarf og það er svo sem ekki mótað. Við erum bara í rauninni að reyna að vera hreyfiafl og vekja máls. Já, félagið heitir Félag vernd Fjarða. Já, sjálfsögðu. Já. Og við erum kannski bara að vona að þetta eru bara frá svo mörgum, ólíkum, vinklum sem farið yfir í dag, svo rangt. Og mér finnst eins og fólk hafi ekki alveg bara náð utan það. Þannig að hvort sem að býr á Seyðisfirði eða bara Íslendingur, það sem er búið að selja auðlindin okkar fyrir nánast ekki neitt, þá er það bara alls ekkert í lagi og ég veit ekki af hverju við erum að tala um þetta á miklu stærri skala og þetta er ekki orðið miklu meira mál. Þannig að þetta félag getur hjálpað öðrum til þess að fá styrk til að segja upp hvað þeim finnst, til dæmis í samfélagi þar sem að má helst ekki segja að þetta sé rangt. Og einmitt, hérna gott að þú komst. Og bara við getum staðið saman. Það er kannski bara, upphafið er einhvers staðar og við bara ákváðum að við þyrftum að byrja á því allavega að fá þessa rödd fyrir okkar samfélag og gera það sem við gætum. Af því að það er auðvitað alls ekki í lagi að samfélag og nærsamfélag hafi bara ekkert sitt lífsviði væri að segja. Og ég held að allir að geta tekið undir það. Já, ég ætla aðeins að það er það sem við brunnið á okkur í þessar veiðimennsku. Við erum til dæmis nýbyrjaðir. Félagið ekki gamalt, stofnað 2006. Og við erum að vinna þetta upp, byggja upp ána og þetta er eitt af því fáa sem getur skapað tekjur inn í þessu dreifbýli. Landbúnaður undanhaldi, skógrækt hefur alltaf verið svona aðeins lítið á stundum. En þarna að menn séð viss tækifæri til að byggja upp meiri verðmæti á jörðinni og þjónustu og vinna ána upp í rólegheitunum. Og við höfum farið fyrir eitthvað rólega, það hefur ekki verið mikil fyrirferð. En svo með að sjá það núna, hvernig tókst að sigla í gegnum hérna COVID-dæmið að ná einhverjum besta árangur í ándi, fá metfjölda fólk til að veiða, það voru mikið Íslendingar sem keyptu á lægri verðum og laxinn er að fara upp ána. Því það sem hefur komið fram með jöklu er það að vatnið kemur svo mikið úr vötnum sem eru full af fiski og þetta er bleikjuveiði upp alla. Og það er bara hluti sem þurfum að markaðsetja líka, það er ekki bara laxveiði, þetta er líka bleikjuveiði, náttúrulega bleikju sem kemur úr vötnum og Mjódalsheiðinni. Og þetta er bara verðmæti sem við erum að sjá að vera að vaxa í höndunum á okkur og þá er okkur ekki sama að það getur verið að skaða okkar verðmæti okkar uppbyggingu ef það verður að vera að veiða sleppilax. Það er bara það sem við erum að horfa á. Þetta er bara einfaldir hagsmunir. Og það sem ég var bara eins og að nýta í sveitastjórnina að við höfum veiðimenn hafa eiginlega alveg verið gleymdir í þessari umræðu. Og þess vegna, eins og ég sagði áðan, er ég að tróða mig hér inn bara til að minna á mig því að hjón og svolítið við þegar að hér nokkuð sveitarfélögmenn afgreiddu leyfi bara með handauppréttingu 16. desember og athugasemdafrestur var til 12. janúar. Þannig að bara er ekki allt í lagi að afgreiða þetta 14.
Nei, ég segi svona bara stjórnsýslulega séð. Takk fyrir. Já, ég held að sé líka, þú veist, þetta, það er þessi lággróður sem við oft talaðum á Seyðisfirði, eins og þú segir, Jódís, það er bara, þú veist, það er svo mikil gerjun og gróska og þetta gerist lífrænt og þetta gerist hægt, alveg svo með árnar ykkar og það er gott. Þannig á það að vera. Þú veist, og hlustum og byggjum ekki fá bara einhverja töfra lust sem á að bjarga allt í einu, einhverju sem að þarf ekki einu sinni björgunum sem ég komin að í upphafi. Það verður í gildur og ég er í sveitarstjórninni líka og hefur svolítið verið að stúsast í þessu með Jódís sér, þannig að við hefum aðeins spyrt við Þorvaldur. Ég hvet til þess að þeir sem að eru í forsvari fyrir lagsir og setja ykkur í samband við okkur og séu bara samtalið á okkur. Við áttum að beina kannski spurningu til þín, Jói. Hvað getum við gert fleira til þess að spyrna við því að þessi fyrirtæki geti unni á þennan hátt sem við höfum bara séð núna á undanfarna mánuði og misseri? Ég held að það er tvennt í þessu. Það er alþingiskosningar í haust. Það mun koma fólk til ykkar, frambjóðendur, sem eru í að keppa í prófkjörum, sæta listum. Spurjið þessa fulltrúa. Hver er ykkar afstaða? Ef þið segja við erum með sjókveldi en styðjum náttúruvernd, þá er það bara eitthvað sem fer ekki saman. Það er ekki sér satt. Og passið að láta fólk vita hvar ykkur skoðun er. Náttúrulega greiða götu þeirra sem eru tilbúin að standa með umhverfinu og lífríkinu og meira svona organískum vexti. Menn það eru, þetta er raunur ótrúlega við sem að horfa á ykkur svona, svo byrjandi orða að færa ykkur að lausn við ykkur vandamál sem ekkert í staðar, svo Seyðisfirði. Það eru, rúmlega 10 ár frá hruni. Hvað átt að bjarga okkur frá hruninu þá? Það var stóriðurinn sem er bara eins og þurfalingur á samfélaginu. United Silicon, íbúar Reykjanesi fögnuðu því þá, atvinnuleysunum. Svo keypt Vestmiðjunni. Það reyndist algjört helvíti að fá þetta á svæðið. Núna vil ég ekki sjá hana aftur, samt 20% atvinnuleysi á Reykjanesi. Bakki, ríkissjóður, borgaði sérstök göng fyrir staðsemina þar. Marga milljarða. Lífeyrissjóðurinn var að afskrifa fleiri hundruð milljónir á Bakka. Það er ekki að Þeistareykja. Lífeyrissjóðurinn var að afskrifa fleiri milljónir í United Silicon. Hvað var það sem bjargaði efnahaginn? Náttúran og markaðsöflin sem bara Ísland markaðsetti sig sem hreina náttúru, spennandi áfangastað. Þannig að mjög svo magnað að þeir sem eru að berjast fyrir því hér, núna þessum skyndilausnum, stóru leyti sem meintir hægrimenn, sem samt á komið einhverja ríkislausnir inn á sem eiga að leysa þetta. Þetta eru ótrúlega andstæður raun og veru í því. Man höfum bara trú á að hlutin, hlúum að réttum hlutum, leiðum sem að vaksa upp, ekki komið með svona 5 ára sovjískar áætlanir hvernig að redda hlutum. Þá er að tala stóriðuna og laxeldi þessum skala sem við tala núna er sannarlega það. Það er enginn að tala að loka kvíum fyrir utan Bíldudal eða í Berufirði. Þannig að þetta er 32.000 tonn núna. Það er ekkert að valda þannig búsifjum, en þegar þetta fer að vaksa og stækka mun vandinn verða meiri fyrir umhverfið án þess að þau skýlis í einhverjum störfum að ráði. Pétur. Já, komið í dag. Pétur Heimisson heiti ég og er 7. mánuður laust í Bakki. Þess að ég var í baráttusvætinu, en það reyndist nú ekki þannig. Bara takk fyrir alltaf fundin og þeim sem eiga frumkvæði af því að taka svona utan fjörðin sinn, vil ég nú bara þakka fyrir það. Ég bý ekki fyrir þennum, en mér finnst í rauninni að þarna hafi nýtt sveitarfélag, meiri hluti nýtt sveitarfélag, mista því í rauninni að meina eitthvað með því sem sagt var alveg óskaplega mikið andra sameiningar að við ætlum að efla lýðræðið, ekki síst íbúalýðræðið. 55%
yfirlýsingu sem að ég hélt áður ég sá hana þegar ég heyrði þessa tölu að væri eitthvað svona hálfkennt málþóf sem að þýddi ekki neitt, en þegar ég las þetta þá segir einfaldlega í örfáum orðum undir engum kringumstæðum viðurlög. Það þýðir fyrir mér að sennilega er á meðal hinna 45%-ana líka umtalsverður efi, einhver efi að minnsta kosti. Þannig að það sem ég er að koma með þessu er eftir að hafa heyrt þessi ágættu innlegg hérna og meðal annars það sem að komin var inn á það að verðið sé svona mikið meira fyrir leyfin í Noregi. Þá langar mig að heyra hvort það er einhver saga á bakvið raunveruleikann sem í Noregi í dag. Ég þekki hann ekki á einn hátt, en hugsanlega er það meðal annars einhver saga sem hefur með að gera ekki endilega íbúa lýðræði heldur að einhver hafi látið í sér heyra og sem sagt haft áhrif á þróun mála þar og samanburðurinn við Djúpavog sjálfurinn var alveg á Djúpavog og mikla taugar til þess staðar hann er að minnst á eitt stóran hátt ekki algjörlega eðlilegur og hann er sá að Djúpavog er einfaldlega þetta er orðið það þetta er orðin hluti á djúpavógsku samfélagi en þetta er þetta ekki á Seyðisfirði og íbúarnir hafa og ég veit marga íbúa að segja það að ekki bara þegar þetta mál kom upp heldur bara á síðustu árum með ýmsum orðum að íbúar þar eru bara einfaldlega á allt annarri vegferð. Þeir hafa lagt metnað, vinnu, ástúð, einlægð í það að byggja eða leggja grunn að einhverju sem þeir vilja byggja samfélagið á og það eru svona samnefnar eins og ég skilða, það er menning og listir og ýmislegt svona meira kannski ef ég má kalla það huglægt komandi og sem á síðustu árum hefur sýnt sig vera mjög verðmætaskapandi líka þannig að spurningin er í rauninni er eitthvað hliðstætt dæmi úr Noregi að einhverjir hafi látið sem þetta varða með afgerandi hætti og eða hvernig aðkoma íbúa í gegnum árið það hefur haft þátt í því að móta til dæmis verðið og það að útrásin er þaðan og nú til Íslands. Ég kom með bók fyrir þá fulltrúa sveitarstjórnarmyrði og það er afgangur þá með aðra ásamlega grípum það. Hún er bókin heitir Undir yfirborðinu og fjallar norska laxeldisævintýri. Og hún er stórmerkileg því að það sem hefur gerst þar, við höfum byrjað að sjá það gerist hér, aðkoma íbúa var fyrst sú að þessum leyfum var úthlutað að stóru leyti frítt til að byrja með. Menn gætu teygt sig eftir og fengið leyfi. Mjög fljótlega kom að ljósa að þetta var eftirsótt gæði. Þannig að þessu var deilt út og menn og konur sem náðu sig í þetta seldu þetta gríðarlegum hagnaði. Nú er svo komið að laxeldisiðnaðurinn er svo feikjalega sterkur í Noregi og ítökin svo mikil að stjórnvöldin eiga erfitt bara með að bregðast við þrýstingi. Það var sett fyrir 3 árum, 4 árum var sett svokallað umferðarljósakerfi á í norsku laxeldi sem nær yfir átt að vera svona framleiðslustýring þar sem kemur upp alvarleg lúsavandamál í kvíunum. Því að laxalúsin, hún hefur skelfilega áhrif á villtalaxinn, sjóflaugina og urriðann. Og laxalúsin hún margfaldast. Það verður svo bara kjarnorkusprengja í framleiðslunni þegar hún stingur sig niður í kvían. Og kerfið hamnað þannig að seiða dauði villtalaxins upp að 10% grænt ljós. Framleiðslan mátti bara halda ótrauð áfram
Seiðadauði frá 10 upp í 30% gullljós. Þegar seiðadauði var komin yfir 30% þá þurftu laxeldisbændur að skera niður hjá sér. Hugsa ykkur samt, 30% að viltu seiðum að drepast áður en að greipa til einhver aðgerð. Meiri sé að þetta geta sjókveldismennirnir ekki sætt sig við Noregi því að núna í haust upphófust málsókn af þeirra hálfu á hendur norska ríkinu. Þeir vilja ekki sætta sig við það að sé slík framleiðslu stýring þeirra hálfu. Þessi iðnaður er fáránlega sterkur í Noregi og það nánast stemning í sumum hópum stjórnmálamanna að bara láta villalaxinn gossa. Því miður. En þessi bók, stórmerkileg, tala sem ég hafði hérna fjölgun starfrækjum þar fram og ýmislegt annað sem snertir sníkjudýr og alla þessa og hvernig örfáir einstaklingar hafa aukast gríðarlega. Þessi dýr, ríkustu ættir Noregs eru þær sem hafa efnast af kynjum laxeldi. Ekki olíu. Ekki olíu. Olían er náttúrulega að norskur olíusjóður. Já, ég held Við vorum búin að lesa hana tvisvar. Já, gott. Ég mæli eindir með þér, það var svona ekki lesið. Takk fyrir komuna. Þetta er komið, kæru vinir. Eitthvað fleiri spurningar? Þá bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Treystum því að þið takið þetta allt saman með ykkur og finnið því í hjartanu ykkur að skynsemi. Ha? Já, bara þakka þér Jón Kaldal sérstaklega fyrir að koma og vera með okkur í dag. Það var mjög fróðlegt. Gaman að ræða þessi mál, fengilega mikilvægt. Ok. Já, bara endilega þeir sem hafa áhuga. Það eru hérna 6 eintök þannig að bara allir sem vilja grípa með þessi. Vona ég að ná sér. Er ekki fínt að klappa, þá kemur svona endir.